Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða Seðlabankann og hingað kominn Gunnar Jakobsson sem er að kalla vara seðlabankastjóri. Sjástu eftir seðlabankastjóri fjármálastöðugleika. Hvernig eru titlandir? Já, sko, það eftir að fjármálaeftirlit og seðlabanki voru saminuð í eina stofnun 2020 að þá einn seðlabankastjóri og 3 varaseðlabankastjórar. Það var alltaf aðstoðar seðlabankastjóri sem var þá í gamla seðlabankanum með peningastefnuna og núna varaseðlabankastjóri peningastefnu, Rannveig Sigurðardóttir. Og svo kom inn með fjármálaeftirlitinu forstjóri fjármálaeftirlit sem var þá varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits og til þess að koma með svona eitthvað lím inn í þessa nýju stofnun þá var ákveðið að búa til 3. stoðina því að það hefði verið þannig að það var bæði fjármálastöðugleika var sinnt í fjármálaeftirliti og í seðlabankanum og þar voru oft tekist á milli stofnana að búa þá til stöðuna varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika sem að ég sit í öllum nefndunum þannig að ég í fjármálaeftirlitsnefnd það sem að tekist á verið að ræða ef að fjármálafyrirtæki fara út af sporinu og hvernig ég að taka á því og síðan sitt ég líka í peningastefnu nefnd. Þannig að ég svona spanna og eftir að pína okkur með vaxtahækkunum. Já, ég að reyna að ná tökum á verðbólgunni. Þú að hætta? Ég að hætta, já. Það rétt. Og það þá því að ég býst við að þú hafi verið spurður að því hvort að þú værir óanaður með bankan og værir að rjúka burt vegna þess að þú hafi greitt öðruvísi atkvæði í peningastefnu nefnd. Það ekki svo. Það nefnilega uppbygging peningastefnunefndar þannig að það eru 5 meðlimir og það þyrfti bara einn ef það væri ekki gert ráð fyrir því að fólk skiptist á skoðunum og mögulega kæmi með annan vinkil á það sem þarf verið að ræða. Ég varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika. Þegar þú ert að velta fyrir þér vaxtastiginu, vaxtastigið auðvitað kælir hagkerfið en ef það kælir hagkerfið ofrætt þá gætur þú lent í því að búa til óstöðuleika í fjármálakerfinu því að þá mögulega verða fyrirtækin og heimilin fyrir búsifjum þar sem þau geta ekki staðið í skilum og þannig að maður verður svona að skoða þetta frá öllum hliðum. Það var hins vegar kannski ekkit aðal ástæðan fyrir því að ég var að greiða atkvæði með vaxtalækkun núna á síðustu 2 fundum heldur meira ef ég horfi á gögnin og auðvitað það þannig að þegar 5 aðilar með mismunandi bakgrunn og mismunandi reynslu meta gögnin og þetta svolítið eins og mósaíkmynd. Þú ert með búa til mósaíkmynd og þú ert ekki með allar flísarnar. Þetta ekki frekar bara eins og spákúla því að þið eru að reyna að meta þróun verðbólgunnar í framtíðinni? Það of seint að hækka vexti út af gamalli verðbólgu. Þið eru að vera að meta hvernig verðbólgan verður í vor. Já, ég myndi ekki segja þessi spákúla því að við erum með hellingagögnum og við erum með reynsluna, við erum með fortíðina og oft það þannig að það þetta að læra fortíðinni en hins vegar þetta alveg rétt hjá þér að við erum ekki með heildarmyndina. Þú veist, við vitum oft ekki hver, eins og við höfum bara séð núna nýlega, það sem hagvöxtur var 9% 2022 en ekki 7%, svo í námundi tölur og þannig að þetta ekkit allýtt og þetta ekki raunvísindi, þetta eru félagsvísindi. Þetta ekki reiknistæmi, heldur þetta verið að taka saman mismunandi forsendur og gögn og síðan að leggja mat á það og í mínum huga bara alþekkt að það tekur eins og bara grein eftir aðalhagfræðing Seðlabankans og fleiri erlendis að það tekur 18 til 24 mánuði fyrir vaxtahækkanir að miðlast út í kerfið. Það ætti að vera töluvert púður eftir að koma fram. Það mitt mat, en þarna getur okkur greint á hvað komið fram að því að það eru 2 hliðar, það eru raunverulegu áhrif, þar sé að þegar að hækka vextir á húsnæðislánum eða hækka vextir hjá fyrirtækjalánum og það bara hefur áhrif á ákvarðanir þeirra aðila, en svo það líka þessi sálrænu áhrif, hvað Seðlabankinn að fara að gera. Það hefur líka áhrif, það sem fólk, þessar væntingar, að stýra væntingunum og það getur lækka verðbólguna, ef að fólk trúir því að verðbólgan lægri, þá hagar þér öðruvísi og þetta rannsóknir hafa sýnt þetta, það þessi svona sálræni eða félagslegi þáttur af verðbólgunni. En ég... Þar leiðandi ef að bankinn heldur uppi vöxtum að hækka vexti þá það merkjum það að það sé matum að verðbólgan sé ekki að fara niður, heldur frekar að fara upp og þar leiðandi hugsa ég sem kaupmaður eða eitthvað að þá hækka ég bara verðið. Þú
þú getur lítið á það þannig, en við lítum ekki á það þannig, því ég held að sé frekar þannig að þú hækkar vexti, kaupmaðurinn vill þá halda verðbólgu í skefjum til þess að ná vöxtunum niður, ef hann nær verðbólgunum niður, þá nær vöxtunum niður og auðvitað hver og einn að horfa á þetta út frá sínu eigin forsendum. Þið eru með svona stæðsta flaggið og þið eru að meta það að verðbólga sé ekki að fara niður, kannski upp og þá hugsa kaupmaðurinn, ég meina þá hækka ég bara. Ef allir að hækka þá hækka ég. Ég held að við séum algjörlega að meta það svo að verðbólga sé að fara niður. Þetta bara spurning hversu hratt og yfir hversu langan tíma það tekur að fá hana niður. Og þar held ég að kjarni málsins liggi að hvenær þú snýrð við og það áskorun ekkit bara fyrir peningastefnunefnd heldur fyrir okkur öll mannfólkið þegar við þurfum að snúa við. Það auðveldara ofta að vera á sömu vegferð heldur en að taka snúningspunktinn og er líka mjög erfitt að vita hvenær þú áttur að snúa við fyrir en eftir á og þannig að ég hef líka litið á það svo að þegar þú ert í nefnd eins og þessari með óvissu, gögnin og svo framvegis að ég held að sé bara heilbrigt að toga úr báðum áttum til þess að reyna að fá fram öll sjónarmið og þannig að þeir aðilar sem eru sannfærir í sinni skoðun allavega geti þá spegla sig í öðrum sjónarmiðum og þá mögulega annarkvort skiptum skoðun eða sannfærst enn frekar eigin skoðun en þetta flókin ákvörðun og ég ber mikla virðingu fyrir kollegum mínum í peningastefnunefnd og þau eru að gera þetta af bara algjöru með sinni sannfæringu og af einurð. En þeim tókst ekki að fá því til að skipta skoðun því að þið sitið þarna hvað ekki 2 daga og berið upp öll rökin. Þannig að þau hafa örugglega reynt að fá þig á sitt band en þú manst það samt sem áður að þú hefði viljað fara eilítið aðra leið. Já. Og við erum kannski ekki svona markvisst að reyna að fá hvert annað til að skipta skoðunum. Við skiptumst á skoðunum og þetta líka þannig að þegar þú ert að taka ákvörðun að þetta ekki eins og sért 100% á einum stað og 0 á öðrum heldur, það getur jafnvel verið þannig að auðvitað erum við ekki að hugsa í prósentum en að þú ert 51% vissum að það er að hækka eða 49% að lækka en þú verður að taka ákvörðun og þannig að þetta ekki því miður. Ertu í peningamála, ertu í nefndinni áfram eða? Ertu hættur? Ég ákvað það sjálfur að frá með 1. apríl myndi ég ekki taka þátt í störfum nefndana og tilkynnti bæði seðlabankastjóra og forsætisráðherra það að mér finnst það þó að sé engir raunverulegir hagsmunir og engir hagsmuna árekstrar við minn nýju veinuveitandi ekki með neina starfsemi á Íslandi, það má lesa það úr þeirra gögnum en mér fannst það bara óþægilegt að vera vitandi það að ég væri að fara aftur inn í bankakerfið að vera þá að taka ákvörðuna því maður veit aldrei hvað það sem hefur áhrif á hugamanns. Ef ég má aðeins spyrja vaxtastefnuna áður við förum í fjármálastöðugleikann. Það sem að fólk út í bæ að velta fyrir sér að það verðbólga og stóra hluta verðbólgunni má rekja til hækkunar á húsnæðisverði. Eitthvað náttúrulega innflutt út af verðhækkunum sem að voru í Evrópu í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu sem að setti orkumarkaðin þar á hvolf, gríðarleg hækkun sem að bæði hækkar náttúrulega orkuverð en hækkar síðan bara allt annað verð af því orka hækkar. Og svo náttúrulega voru leifar þarna af svona aðfanga keðjurnar rofnuðu í COVID. Það getur verið að rofna aftur núna. Ég þurfti að fara í byggingavöruverslun og var að veltaði fyrir mig hvort að það væri strax komið fram einhver áhrif af því að það þarf að sigla fyrir góðröguna höfðu. Því að mér fannst alveg fáránlega mikið af hillur sem voru eiginlega bara tómar. Ég veit ekki með það. En það voru svona ýmsar ástæður en innanlands var þetta annars vegar hækkun húsnæðisverð og svo einhver svona þenslu verðbólga sem svona sér íslenskt sem ekki hægt að benda eitthvað minna á. Sumir sögðu þetta sé hagnaðardrifin verðbólga, hefur verið verkalýðshreyfingin hefur haldið því fram, Seðlabankinn að sumuleyti hafnaði að hún væri veigamikill þáttur. En ef við tökum bara húsnæðismálin sem ég held að flestir svona horfi á og sem erfitt fyrir fólk að skilja, sem það að Seðlabankinn hækka vexti til þess að ná niður verðbólgu. En hækkun vaxta veldur því að það framleitt minna húsnæði
sem að undir eðlurum kringustæðum hækkar verð, sérstaklega í þeirri stöðu sem núna, þar sem vitað að það mikil vöntun á húsnæði vegna innflutnings á fólki til Íslands, Grindavíkur og uppsafnarsvanda vegna þess að framleiðsla húsnæði hefur ekki fylgt íbúðaþróuninni nokkurt ára skeið. Það ég held að megi bara benda á 1 ár þar sem þetta var svona í góðum lagi, en önnur ár hefur þetta ekki verið. Og þar leiðandi hækkavextir að þeir leiða ekki til lækkunar á húsnæðisverði. Það virtist vera svolítið seinni hluta síðasta árs, en ég held að þessu öllum orðið ljóst að það ekki að gerast núna. En ok, sleppum því. En svo þegar að ástandi skánar og það vextir og lækkaðir, að þá eiginlega vitað að það muni þá auka þá eru fleiri sem hafa möguleika á að kaupa á því verði sem í boði og það mun aftur leiða til hækkunar. Þannig það eins og sé svona snjóhengja inn í kerfinu að þegar að vexti lækka að þá má búast við rosalegu gusu af kaupendum sem aftur mun halda húsnæðisverðið háu og húsnæðisverð bara eitt af svona helstu vandamálum millitekjufólks og lágtekjufólks að það hlutfall húsnæðiskostnaðar bara svo hár á Íslandi að þetta eiginlega bara að horfa svona svolítið fram í tíman að þetta bara ekki spennandi sín. Og manni finnst þess að býta Seðlabankinn hann eiginlega sumir þetta búið þetta til, hann bjóð til hækkun húsnæðisverð þarna með lágum vöxtum. Sko, það margt í því sem hún nefnir hérna og aðeins kannski að reyna að svona bita þetta upp við byrjum bara á verðbólgunni sjálf. Ég eiginlega bara byrja að segja svona söguna, ekkert endilega vera ansvarið það sem ég að segja. Nei, alls ekki, við byrjum bara á verðbólgunni sjálfur. Að þá hún, þetta flókið fyrirbrigði og allir sem eru leikendur og vettvangi hafa áhrif bæði, þetta allt keðjuverkandi áhrif. Að því að við búum í samfélagi þar sem að aðgerðir eins hafa áhrif á aðgerðir annars og svo framvegis. En hins vegar ef við horfum á hvað hefur verið að gerast á undanförnum 4 árum, þennan tíma sem ég hef verið í Seðlabankanum og þá búið gríðarlegu kraftur í hagkerfinu. Vissulega vorum við að koma tilbaka eftir farsóttina. Þannig að þegar 9% hagvöxtur 2022 þá hluti af því verið að ná tilbaka þeim hagvexti sem fór niður á tímabili. En hins vegar ef við horfum yfir árin 4 í heild sem kannski miklu svona heilbrigðara að gera að þá erum við samt komin vel yfir það sem var árið 2019-2020 með hvað hefði mátt búast við. Krafturinn hefur verið meiri í hagkerfinu heldur en búist var við áður en við vissum að þeir eru farsótt. Og þetta allt önnur staða til að mynda heldur en í Bretlandi þar sem þeir eru ekki enn búin að ná upp í það sem að þeir hefðu áætlað að vera með að við bara svona venjulegan hagvöxt. Og virðist ekki vera á leiðinni til þess heldur. Virðist ekki vera á leiðinni til þess, nei. Og þannig að staðan hér að það hefur bara verið miklu meiri kraftur í hagkerfinu, það eitt. Annað að það hefur verið umtalsverður kaupmáttaraukning og kaupmátturinn þannig og ég ekkert að mæla því, að hallmæla því að fólk fái aukinn kaupmátt. Það bara jákvætt að fólk geti haft meira á milli handana en það hefur hins vegar þau áhrif að það eru fleiri krónur að elta færri vörur mögulega á markaði og þetta kemur fram í húsnæðismarkanum eins og við sáum og þetta kemur fram í ýmsu öðru á markanum og það leiðir til verðbólgu og við höfum bara séð og þú nefndir það að það bara tölverð þenslu verðbólga búin að vera að undanförnu og það drifið áfram af þjóðin hefur fjölgað 3%, við erum með ferðaþjónustu sem hefur verið bara alveg gríðalegur kraftur í og miklu meiri kraftur heldur við byggumst ekki við þetta kemur svona hratt tilbaka. Og það gæti þetta gengið svolítið tilbaka á þessu ári mögulega ýmislegt sem betur til þess og þar eru vextirnir kannski hafa áhrif það kannski vextirnir Ísland eru dýrt og vextirnir hafa þau áhrif að það eru kannski verið að byggja minna af hótelum eða byggja minna af ykkur því sem að ferðamenn sækjast í svona innviðum ferðaþjónustunnar en þannig að þetta svona flókin saga svolítið þegar maður horfir á þetta bara út frá verðbólgunni en hins vegar það þannig að það sem við erum búin að vera að gera búið að vera að virka svo má deila alltaf 9,25% rétt eða var það 8% eða 10% hvað hraði en hvernig þetta að virka? Þetta að virka, ef við sjáum að fasteignamarkaðurinn hefur, þar hefur hægt töluvert á. Auðvitað enn að hækka fasteignamarkaðurinn núna. Ég held að sé reyndar
tölver Grindavíkur áhrif í fasteignamarkaðnum sem að verða að horfa í gegnum. Ég held að sé svolítið erfitt að meta þetta tímabil að því við sjáum sérbíli vera að hækka töluvert sérstaklega hérna á suðvesturhorninu og það er fólk sem er að flytja úr sérbíli í Grindavík sem að hefur, við sáum það líka bara á skuldsetningu í Grindavík, hún var ekki há, þannig að fólk getur nú er ég að tala um meðaltöl, auðvitað lenda ykkur aðrir sko milli í ykkur ástandi sem er erfitt fyrir þau, það er fjölskyldur ráð við, en þannig að ég held að það sé eitt, þannig að við erum búin að ná þarna, við höfum líka séð aðilar vinnumarkaðarins koma að borðinu og taka á því að semja til langs tíma með sumir segja hóflegum, sumir segja of miklum, sumir segja of litlum, en allavega þú veist, þetta er innan þess sem að við vorum svona að gera ráð fyrir. Við vorum að fríða guðina í Seðlabankanum svo að vextinni lækki. Já, ég meina þú veist, en þú veist, þannig þessna held ég við séum að hafa áhrif. Ég held að vaxtastefnan sé að hafa áhrif að því að aðilar að átta sig á því að vextir skipta gríðarlega miklu máli og það að ná niður verðbólgunni í rauninni það sem skiptir mestu máli fyrir okkur. En svo eru náttúrulega bara aðstæður í heiminum þannig að það er ekki þetta að ná allri verðbólgu niður með vaxtahækkunum á Íslandi eins og þú nefndir áðan þannig að það gæti versnað, það gæti verið að við ættum eftir svona smá svona gusu að verðbólgu að utan ef að átökin í Miðausturlöndum breiðast út. Það getur haft áhrif. Bara siglingaleiðin, hún getur haft áhrif. Já, það er alveg möguleiki. Og svo er líka má alveg velta fyrir sér og Hagstofan er búin að gefa það út að þeir eru að fara að endurskoða hvernig þeir ætla að reikna framlag húsnæðis í vísitölunni. Það má alveg velta fyrir sér hvort við höfum ekki verið með of sterkt framlag húsnæði inn í vísitöluna í útreikningi og allavega þetta sem Hagstofan er að gera er ákveðin vísbending um það að það hafi verið tilefni til þess að lagfæra það. En það er sjálfstæðstofnun sem við bara tökum því sem gefnum sem þeir virta. En segjum að það myndi gerast. En þá er það svolítið eins og Seðlabankinn hafi verið að glíma við eitthvað svona, ég veit ekki hvað þetta kallir þetta, svona pappírstikristir á svona verðbólgu á pappírunum sem að síðan við endurskoðun kemur í ljós að var raunverulega ekki vandamál. Þú veist, verðbólgan var kannski ég veit ekki hvað Hagstofan ætlar að gera, hvort hann ætlar að reikna þetta aftur á bak. Þá má kannski koma leiðrétting á að verðbólgan var ekki þarna 9,5%, heldur var hún sko 7,8%. Já, ég meina það getur vel verið en við horfum náttúrulega ekki bara á sko verðbólgu vísitölu neysluverðs. Það er einn mælikvarði, en við horfum á grunnvísitölurnar og vísitölu án húsnæðis og verðbólgan hefur verið, ef við horfum bara á sko grunngögnin, hvaða vörur er að hækka og hversu mikið, þá hefur verið alveg stórt hlutföll og ef við erum ekki einu svona vikta það, bara tökum fjölda, hvað er þetta, 260-300 liðir í vísitölu neysluverðs, að bara stærstu hluti af þeim liðum hefur verið að hækka 5-10%, eða jafnvel meira, sumir jafnvel meira á undanförnu. Þannig að verðbólgan hefur verið útbreidd, hún hefur náð til flestra þátta íslenska hagkerfisins og þeirra vöru og þjónustu sem eru verið að selja. Þannig að þú veist, þetta hefur verið mikil áskorun. Hún hefur verið sérstaklega andstyggilega fyrir lágtekjufólk, þar sem húsnæðiskostnaður og matarkostnaður vikta þyngra hlutfallslega, af því að þetta eru liðirnir sem eru eiginlega alltaf 2 af 3 hæstu sko. Algjörlega, og almenningur í Íslandi var heppinn varðandi orkuverðbólguna, hún kom ekki, við sáum það í Evrópulöndum þar sem að húshitunarkostnaður fór bara upp úr öllu valdi í Þýskalandi, Bretlandi, víða annar staðar. Þannig almenningur hér þurfti ekki glíma við það, en ég er alveg sammálaður með það að verðbólgan er versti óvinur láglaunafólks. Þeir sem að meira hafa milli handana, þeir geta miklu betur átt við verðbólguna heldur en aðrir. Já, og ættu að geta borið einhverja byrðar. Að sömuleyti var það hugmyndin á bak við kjarasamningana með því að hækka, stoppa hækkunina og láta hana síðan vera raunverulega undir verðbólgu hjá fólki sem er kannski með, ég veit ekki hvar mörki voru, svona kannski 800-900.000 á mánuði, að þau eru raunverulega að taka á sig kjaraskerðingu. Kenningin var líklega svo að þau mega skulda meira heldur en hinnir og þar leiðandi mun vaxtalækkunin koma skila meiri tekjum til þeirra í minni fjármagnskostnaði.
Já, og líka bara með breiðara bak. Það var líka kannski hugsunin. En þeir sem eru ekki með breitt bak, eins og til dæmis að aðstæðan á húsnæðismarkaði, húsnæðis- og mannvirkjastofnun eftir að hafa talað eins og að væri eitthvað svona jafnvægi á leigumarkaði, hefur skipt gír á síðustu 2 mánuðum og séð fyrir sér miklar hækkanir framundan og kannski horfst í augu við þær hækkanir sem hafa verið. Leigjendur fylgjast svolítið með þessu og ég var hérna með Guðmund Hrafn, formann Leigjendasamtakanna í gær og hann, af því hann talar náttúrulega allan daginn við leigjendur bara og þá var svona tilfinningin svo að leið og svona meðalíbúð sló yfir 300 krónur, þá bara bang hún bara farin að nálgast 400. Það svona af því að þetta bara einhvern veginn þannig markaður að þetta svona sálrænt, hvar eru mörkin, hvað má ég fara. Þannig að þeir sem kannski standa vest að matur eru hækkað hlutfallslega meira heldur en almennt verðlag, húsnæðiskostnaður eru að hækka mikið, laun, já, að taka launin mín ekki að hækka sérstaklega mikið, það hefur verið að bæta það upp með barnabótum og einhverju svona hér og þar, en hættan þá getur kannski sá sem með lágatekjur, stendur veikt, hugsa, þú veist, á ég að, eins og segja, á ég að taka á mig, áföllin til þess að ná niður verðbólgu ekki, ég bjó hann ekki til. En ég veit veit ekki hvað réttlætið í Seðlabankanum, ég nú talaði þetta við Seðlabankans, við hagfræðingar sem hafa sagt að menn hætti að tala réttlæti í hagfræði einhvern tímann upp á 1980 og menn aðeins byrjað að gera það aftur. Já, auðvitað, réttlætið hlýtur alltaf að eiga eitthvað sess, en hins vegar okkur í Seðlabankanum falið bara ákveðið hlutverk, verðbólgumarkmið 2,5% af íslenskum stjórnvöldum, við erum með ákveðin tæki fjármálastöðuleika sem við beitum við ákveðin markmið og auðvitað hugsum við réttlætið og má því sambandi nefna að réttlætið skipti máli þegar við ákveðum að heimila það að öllum Grindvíkingum að það litið á þá sem fyrstu kaupendur nánast, sömu reglur, ekki að þau væru fyrstu kaupendur heldur, sömu reglur og fyrstu kaupendur þegar kemur að lánhæfskilum. Með að skulda aðeins hlutfallslega meira. Og það var út af því að þetta er 1% af húsnæði og lánastokki fjármálakerfisins, þannig að þetta var ekki talið ógna fjármálastöðuleika og þarna var í rauninni réttlæti sjónarmiði sem var kannski sterkasta sjónarmiði, þannig að réttlætið alveg heima í Seðlabankanum, en hins vegar þetta flókið að eiga við verðbólguna og Seðlabankastjóri hefur bent á það ítrekað að það sé miða við kraftin í hagkerfinu, miða við þann fjölda fólki sem að flytja til Íslands, miða við samsetninguna, að því að nú má búast við því að það 20% landsmanna eru núna fæddir erlendis, það tekur ykkur, ég veit ekki, 10 ár fyrir einstakling sem flyttur til lands að taka ákvörðun að kaupa húsnæði, þannig að það komið líka þrýstingur af þaðan, sem bara mjög heilbrigt að það sé þrýstingur þaðan að fólk vilji fjárfesti í fasteign og setjast á Íslandi, þá ekki nægilegt frambóð af fasteignum. Það bara staðan, hvernig ná að fást við það. Og Seðlabankinn mun ekki fara að byggja. Við erum ekki að fara að byggja og þetta á borði stjórnvalda og þar verið að gera hluti og síðan getur fólk deilt það í stjórnmálunum, verið að gera það á með réttum hætti, nógu hratt, of hægt, þannig að ég ætla ekki að hafa skoðun á því sem slíka, sérstaklega ekki á útleið núna, en hins vegar þetta gríðarlega áskorun fyrir Íslands samfélag. En á móti kemur að og við ræddum þetta aðeins áður en við fórum í loftið að sá hópur sem ekki á fasteignamarkaði, hann leigjendur og það kannski sá hópur sem hvað verst settur þegar kemur að bæði eignamyndun, því að við höfum talað að verðbólgan og vaxtahækkanir hafi haft gríðarlega mikil áhrif á þá sem hafa verið með óverðtryggð lán og það hefur hækkað mikið greiðslubyrði inn og svo framvegis, en eignamyndun þess hóps hefur verið alveg bara feikilega mikil á undanförnum nokkrum árum, þannig að þó að fólk færi yfir í verðtryggð lán núna og gæfi eftir eitthvað eignamyndunni, þá væri það enn í plús bara töluvert, þannig að og ég held að sé Gylfi Sóauka hefur sagt þetta svona miskunnarlausan hátt, segja bara fólk að hafi grætta og lágasta tímabilinu og það megi bara borga það tilbaka. Já, ég meina, þú veist, hversu mikið áttu að hagnast á lágasta tímabilinu, það bara, ég ætla ekki að fara að leggja mat á það, en það hins vegar, þessi líka mjög áhugavert í þessu samhengi, það var rammi í fjármálastöðuleikareitinu síðast sem að ég held að sé alveg gríðarlega mikilvægur rammi inn í umræðuna að því að, ég held að verðtryggð lán hafi verið tölu niður að ósekju
og þau hefur verið til niður af reynslusögum. Auðvitað verðtryggð lán óheppileg ef þú ætlar að vera í húsnæðisbraski, af því að þá getur þú lent í því að það verður verðbólguskot og lánið hækkar og þú eignin minnkar í eigninni, en ef þú ætlar að búa einhvers staðar í 20, 30, 40 ár og ert að byggja undir þína fjölskyldu til framtíðar, að þá eru verðtryggð lán, kemur í ljósi þessari grein, þegar við verðum bera saman bara mismunandi tímabil frá 2005 til dagsins í dag, frá 2015 til dagsins í dag, bara eftir hvaða tímabil þú keyptir, að ef þú borgar jafn mikið á láninu, að þá ertu jafn settur með verðtryggt og óverðtryggt, nema verðtryggða láni gefur þá tryggingu að þú getur alltaf farið í lægri greiðslubyrðina. Það sem oft verið að bera saman, það verið að bera saman óverðtryggt lán þar sem þú borgar segjum 50.000 krónur á mánuði og svo verðtryggt lán þar sem þú borgar 25.000 á mánuði og svo ertu ósáttur í lok lánstímans að þú eigir ekki jafn mikið. Aðilinn sem var að rauna að leggja fyrir 50.000 á meira heldur en svo sem lagði fyrir 25.000. En ef þú hefði borgað 50.000 verðtryggða láninu, þá hefði það hagað sér eins og óverðtryggt lán. Þannig að verðtryggða lánið sem slíkt ekki vandinn, heldur hversu mikið eða lítið verið að borga inn á fasteignina. En verðtryggða láni veitir láglaunafólki alveg ótrúlega tryggingu fyrir því að geta verið í húsnæðinu ef það kemur verðbólguskot. En þegar þú ert í fjármálastöðuleika og þar eru þau að skoða náttúrulega fjármálakerfið og svo náttúrulega skuldastuð heimilanna og skuldastuð heimilanna bara ágætt og þú veist að vitna í samtali okkar innan fyrir þáttinn og þá spratt af því að ég var að segja að það eru bara miklu fleiri sem að megi ekki skulda í dag og það líklega hefur þín deild sett það greiðslumatsskilyrðin sem hafa verið hækkuð og hafa kannski haft meiri áhrif á þennan svona lægri millitekjuhóp og lágtekjuhópin að þau bara fá ekki greiðslumat til þess að kaupa íbúðir, þau fá það greiðslumat til þess að kaupa íbúðir að það íbúð bara ekki til því að það eru bara miklu dýrari. Þannig að í þessu umhverfi sem við erum með hátt fasteignaverð, háa vexti lága tekjur að þá fólki sagt að þú færð ekki að kaupa nema því náttúrulega foreldrar sem að geta lánað þér kannski 10 milljónir eða 15 milljónir að þá sleppur inn og þá getur farið af leigumarkaði þar sem þú borga kannski 330.000 á mánuði yfir í það að borga kannski bara 210 í afborganir en það gjaldið til þess að komast inn ef þú kemst ekki inn þá situr þú bara í súpunni eftir. Já, hérna erum við komin inn á, þetta mjög áhugavert svið að því að, og hér eru við, þegar við erum að, í fjármálastöðuleika, hér eru við að horfa á söguna og reyna að læra af sögunni. Það frábær bók eftir 2 bandaríska hagfræðinga, Kenneth Rogoff og Carmen Reinhardt, það sem að titillinn á bókinni This Time It's Different og þau fara yfir 300 ára sögu fjármálakreppa og þær eru aldrei öðruvísi. Og 60-70% af þessum kreppum má rekja til húsnæðismarkaðar yfirleitt, einhverja skuldsetningu heimila og fyrirtækja. Og fyrirtækja líka. Já, fyrst og fremst heimila. Það er mjög sjaldan skuldsetninga hins opinbera, það yfirleitt einkageirinn sem býtir kreppunar. Skuldsetning einkageirans og mikil skuldsetning. Og við erum svolítið að vinna með þetta í fjármálastöðuleika og lánþegaskilyrðunum og þú nefnir að við viljum ekki, við setjum einhver mörk þannig að fólk get ekki skuldsetti sig. En það sagan allavega sýnir það að það ekki heppilegt að fólk fá að skuldsetja sig upp í rjáfur. Það sem leiðir af því það að fólk lendir í óheppilegum aðstæðum ef það missir vinnuna, ef það tekjuferillin ekki sá sem var búist við, ef það einhver önnur áföll í lífinu eða þá hreinlega bara að þú ræður ekki við tekjurnar að þegar lánin hækka úr hófi þegar fram í sækir og þarna erum við að horfa á heildina. Auðvitað finnum að til fyrir þeim sem komast ekki inn á markaðin en við erum að horfa okkur falið að tryggja stöðuleika fjármálakerfisins því að það sýndi sig 2008-2009 þegar fjármálakerfi heimsins ekki til staðar til þess að veita lán inn í því að bæði fjárfestingar heimila og fjárfestingar fyrirtækja eru framtíðar velsæld eða framtíðar hagvöxtur fyrir fólk og fyrirtæki og ef að fjármálakerfi ekki til staðar til þess að styðja við þann vöxt að þá lendum við slæmu ástandi og þannig hafa orðið djúpar kreppur þegar að fjármálakerfi fer á hliðina og það rauninni þessi umgjörð sem var búin til og lærdómurinn af 2008-2009 en það ekki nema 15 ár síðan 2008-2009 þannig að munum við læra eitthvað meira
sáum þetta stóðst prófið í farsóttinni en síðan fáum við kannski einhver aðra kreppu eða einhver önnur áföll í framtíðinni. Við höfum náttúrulega fengið Úkraínustríði, ef það verður verra, tala nú ekki með að verði heimsstyrjöld sem að ég vona nú að verði ekki þó að sumir sé að spá því. Það er náttúrulega að það sé lærdómskurvan svona 70 ára að það við gleymum heimsstyrjöldum á 70 ára tímabili þess vegna séum við alveg til í nýja. Já, ég meina þú veist, þannig að þetta er það sem lánþegaskilyrðin er að gera. Þau eru að reyna að búa til umgjörð, jarðtengja í tilfelli heimilana fastegna verð við laun, þannig að þú farir ekki fram úr þér, af því að við erum bjartsýna eðlisfæri og við gætum hugsa, heyrðu, ég sé, þetta eru launin mín í dag og við reikna með því að launin mín tvöfaldist eins og kannski ykkur meðaltöl hafa verið á næstu 20 árum og þá er ég tilbúin til að skuldsetja mig meira. En reyndin hefur bara verið önnur ef maður skoðar gögnin fyrir heildina. Já, ég veit, þú ert að reyna að svona til einfölduna, þá er þetta er aðferð til þess að hindra að við lendum ekki aftur í svona subprime lánakrísu eins og var í Bandaríkjunum, þar sem að fólki var lánað og svona upp á guð og lukkuna og eins og íslenskum raunveruleika þá geta verið þannig að þú skuldsetur þig bara hingað og svo ætlar að labba yfir ána með vatnsyfirborði hér í 40 ár. Og þetta er náttúrulega líkurnar ef þú hrasir einhvers staðar á steini eða það kemur flóð í ána eða þú missir vinnuna eða eitthvað eru svo miklar að það er eiginlega enga líkur til þess að þú náir yfir ána á þess að lendi í einhverjum áföllum. Þess vegna segi við skulum ekki lána fólki nema sem að vatnin er hinga þannig að það komist yfir ána. Og svo þurfa stjórnvöld kannski að grípa hinn hópinn. Já, en gallin er sá að ef ég má ekki skulda hér að þá er ég sendur á leigumarkaðinn það sem að vatnsyfirborðið er hér. Og þá segir fólki við, Gunnar, ég veit að þú ert að reyna að bjarga kerfinu, en þú ert að drekkja okkur. Já, og þá segir þú talaðu stjórnvöld. Þarna komum við bara að þessum áhugaverða punkti. Okkur er falið að tryggja það hér sé fjármálakerfi og ég myndi reynda að segja það að fjármálakerfi hafi bara aldrei verið jafn tryggt eins og er núna, sem er gott fyrir Ísland og gott fyrir okkar framtíð. En önnur hliðaráhrif af þessum aðgerðum sem við sjáum núna er að birtast í rannsóknum en auðvitað tekur þetta langan tíma og við heyrðum þetta í farsóttinni, Þórólfur talaði mikið um það að fletja kúrfuna og við höfum séð það að fasteignamarkaðurinn á Íslandi og víða annar staðar líka gengur í miklum sveiflum og með þessum lánþegaskilyrðum þá eru vísbendingar um það að þú náir að fletja kúrfuna, að hækkanir á húsnæði verði jafnari yfir tíma. Þannig að það verði ekki eins mikið, má kalla það lotteri, hvenær þú kemur inn á markaðinn og muni einfalda og auðvelda yngra og lægra tekjustiginu að eignast húsnæði þegar fram í sækir. En þannig erum við að vinna í miklu lengri tímabilum. Sjóndeildarhringur fjármálastöðuleika er svona 10-15 ár. Rétt handa við hæðina í sæluhús. Já, en þarna verða þá stjórnvöld að grípa hópinn og hafa verið að gera það að þeirra mati en þú veist, þarna bara greinir okkur á þú veist, hversu mikið þarftu að halda utan þennan hóp og ég hef búið í mörgum löndum, ég búið í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi og er að flytja til Ítalíu og það ég held að þó ég dragi ekki úr því, það er vissulega og ég er að verkafólki komin og ég hef ættingja í minni fjölskyldu sem eru einmitt í þessum hópum að ég dragi ekki úr því að það er erfitt að vera á þeim stað en hins vegar yfir heildina litið þá held ég að fleiri hafi það gott á Íslandi heldur en í mörgum af þeim löndum sem að við erum ofta að bera okkur saman við. En það er fátt fólk í stóru landi með miklar auðlindir og við ættum að hafa stórkostlegt samfélagina. Já, ég meina, en þú veist, þannig erum við komin út í pólitík en ég bara segi, þú veist, þegar ég horfi á bandarískt samfélag, að þá er bara ömurleikinn þar víða svo miklu meiri heldur en við nokkuð tíman sjáum hér. Og ég er ekki að segja að það sé réttlæting fyrir því hver við erum hér. Ég er bara að segja það að, þú veist, ég held að sé margir að reyna að gera sitt besta hér. Eitt sem að kannski væri þá frekar spurning sem ætti að spyrja stjórnvöld að því. Hvort að sé einhvers staðar í sögunni þetta að finna dæmi það að lægri millitekjufólk og lágtekjufólk eignist húsnæði. Það sem að bæði fjármálamarkaðurinn er sveiflast eftir sveiflumarkaðurins og húsnæðismarkaðurinn. Og þá er ég að vísa til þess að
eftir því árunum þá var allstaðar búið til eitthvað svona sérstakt lánakerfi til þess að lána þessum hópum til þess að gætu keypt og það var búið til kerfi, verkamannabústaðakerfi hér, líka mörg dæmi bara í Bandaríkjunum og fleira sem búið til svona lokuð húsnæðiskerfi þar sem að þú kaupir þetta á einhverju verði en þú getur ekki kassað inn hækkunin á húsnæðisverði sem að verður á tímanum þegar þú ferð út, heldur ferðu bara tilbaka það sem þú lagðir inn, þannig það hefur búið til alls konar svona kerfi til þess að gera þessum hópum kleift að eignast húsnæði. Ég bara þekki engin dæmi þar sem að bæði fjármálamarkaðurinn er bara frjáls og húsnæðismarkaðurinn er bara frjáls og að þetta fólk, lægra millitekjufólk og lágtekjufólk ráði við það að eignast húsnæði við slíkar aðstæður. Ég bara þekki það ekki. Já, nú er ég komin út fyrir mitt sviði líka svolítið, ég er ekki sérfræðingur í húsnæðismálum sem slíkum, en þannig að, með þetta, ég held að þetta sé bara mjög áhugaverð spurning og ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum alltaf að vera að velta fyrir Stjórnmálin ætti að vera fjallum. Já, og við eigum að vera að velta fyrir okkur alltaf. Því að ég held að, eins og allavega ég nálgast mína vinnu í Seðlabankanum með þannig að maður reynir að gera betur í daginn í gær og maður reynir að læra af því sem hefur verið gert áður og reynir að svona íta boltanum áfram. Fjármálakerfi hér stendur vel að það á að þola áföll meðal annars vegna þess að hér er eigið fjár hlutfallið óvenju hátt. Já, það er og það er þér að kenna. Það var reynd að byrja stórum hluta áður en ég kom í Seðlabankann þannig að það er kannski hægt að kenna mér að hafa ekki lækkað eigin fjárhlutfallið. Það var ákveð þrýstingur það frá eigendur bankana. Algjörlega, en ég held að séu svona nokkrir þættir. Fyrsta lagi þá þáttur, við sáum þetta náttúrulega í farsóttinu, hvernig bæði bankakerfi, fyrirtækin og heimilin stóðu það af sér. Auðvitað er töluverður opinberu stuðningur yfir þann tíma, þannig að það er oft erfitt að átta sig á því hvar styrkleikinn liggur og hvar er orsök og afleiðing, en hins vegar ef við skoðum og við gerum það reglulega náttúrulega í Seðlabankanum og birtum upplýsingar það, hvernig efnahagsreikningar fyrirtækja, heimila og hins opinbera voru fyrir farsóttina og leið inn í farsóttina, að þá held ég að heimilin, fyrirtækin og hið opinbera hafi sjaldan staðið betur heldur en einmitt á þeim tímapunkti, því að hér var við vorum náttúrulega vissan hátt heppin að við fengum stöðugleikaframlög frá erlendum aðilum sem var innspýtingin í íslenska hagkerfið en jafnframt beittu við aga. Fjármálaeftirliti var með gríðarlegan aga á fjármálafyrirtækjum eftir hrun að hreinsa upp lán. Slæmlán, loka þeim, setja fyrirtæki í þrot, frekar heldur en að hanga inni með einhver svona eins og kallast á enskunni þessi zombie-lán sem að bankakerfi annar staðar hafa því miður haldið eftir á efnahagsreikningunum. En allan að bankakerfi stóð sterkt. Hluti af þessu síðan það og þetta er náttúrulega þessi eilíða spurning hvenær of mikið eigið fé í bankakerfinu eða hvenær of lítið eigið fé og þarna togast á ef eigið fé of mikið að þá verður dýrara að lána og þá verður kostnaður hagkerfisins Ef þú gengur út frá því að eigið fé eigi rétt á ávöxtun manninni. Já, það getur vel verið að þú hlýtur að ganga út frá því. Já, það þarf ekki að vera sama hlutvallið að þú sért kannski með ísbúð eitthvað stöðar og viljir fá eitthvað arð af því sem þú lagðir til upphaflega. Það þarf ekki að vera að krama sér svo sama ef þú leggur það inn í banka sem er vendaður af ríkinu. Mögulega ekki. Þú veist, þarna má alveg deila hversu mikið eigi fyrir hversu mikið arður bankana stundum vera ansi frekir að heimta að fá ávöxtun á þetta fé. Ég held að þetta sé alveg sanngjörn spurning, en hins vegar veit maður ekki hver arðurinn á að vera, en það sem maður veit, ef það er engin arður, að þá færðu ekki eigið fé inn í bankakerfið nema mögulega úr ríkissjóði sem væri til í að leggja í þannig vegferð. En hins vegar er þetta, kostnaðurinn af útlánum yrði meiri, ef því meira sem eigið fé í bankakerfinu er. Hins vegar verður, eftir því minna sem það verður öryggið minna. Og þá er þetta svona spurning auðvitað getur ekki reiknað út hversu oft viltu hafa kreppur eða krísur í fjármálakerfinu. Það er ómögulegt að segja það. En hins vegar viltu reyna að finna eitthvað ákveðið jafnvægi þannig að þú lendir ekki í djúpum kreppum og sérst ekki með of dýrt fjármagn. Mér sýnist bankakerfi hér alveg standa af sér það sem eiginfjárkrafan sem í dag. Mögulega það út af því að hér hefur verið mikill hagvöxtur og það eru fólksfjölgun þannig að það kraftur í hagkerfinu þannig að fólk tekur lán og getur borgað gömlu lánin og svo framvegis en hins vegar
hef ég ekki áhyggjur af því núna að eiginfjárkrafan sé of mikil. Ég held að við veljum traustið umfram það að mögulega að eitthvað viðbótar framtíðar hagvöxt. Og kannski vonandi einhver áratugi viðbót, því að við vorum að tala svona hvað við lærum, að við getum gleymt þetta kreppum og svona, og svo stríðum og eitthvað svona. Ég held að fjármálahrunið á Íslandi sé að þeirri stærra gráðu að vonandi mun þjóðin muni þetta í einhverja svona áratugi, að þeir fari ekki að hætta á þetta aftur 12 árum seinna. Já, ég vona það líka, en ég held að staðan í heiminum sem kannski sýnir það að við gleymum sögunni. Við gleymum öllum mjög rætt og það mikill þrýstingur sem hefur verið á að lækka eiginfjárhlutfallið og þá bara hugmyndin sú að bankarnir greiði eigundu sínum út eigið fé. Arion banki byrjaði með svona stefnu að því að reyna bara að draga saman frekar í rekstrinum til þess að geta greitt eigandi sínum meiri arð og hafa greitt gríðarlega fjármuni út úr þessu, út úr bankunum til eiganda. Já, ég held varðandi það að ég held að verða hrósa samt íslensku bönkunum fyrir það að rekstur þeirra góður. Þú veist, þar hefur verið og nú ég að fara sjálfur aftur út í bankakerfið. Ég held að sé engu hagkerfi heilbrigt að hafa allt of marga bankastarfsmenn og háum launum. Þannig ég held að það sem íslensku bankarnir hafa verið að gera hefur verið að það hefur fækkað starfsfólki töluvert á undanförnum 10 árum. Það hefur verið rekstrakostnaður sem hlutfall af tekjum hefur lækkað umtalsvert og á örugglega eftir að lækka meira. Þannig að þarna hefur verið tekið til í rekstrunum sem ég held allir njóti góðs af og íslenska hagkerfi þar með. Já, ekki kannski svona venjulegi viðskiptamaður sem ætlar að leggja inn í bankan og rukkaður fyrir að gera það, sko. Það gjaldtaka bankan gríðarlega mikið og mér langar að spyrja það það, því að við erum með þessa banka 3,2 eða eitthvað, ég veit ekki hvernig að meta Kviku-banka, sem að skila bara í hreinan hagnað, alveg gríðarlegum formúum, slæðir bara í 90 milljarða eða bara 2% af landsframleiðslunni. Og ég mér alltaf undraði þetta, hvað þetta hátt, að það bara allar krónur sem að veltum hagkerfið, að 2% af þeim endi sem hreinn hagnaður í bönkunum. Og ég fór að skoða þetta og var að kanna hvernig það væri í Bandaríkjunum og annað. Það sem þú kannast við það að í umræðinni í Bandaríkjunum sem að tala Wall Street og Main Street, það sem svona mikil tilfinning fyrir því að það sé fjármálakerfið sé eiginlega blóðmjólka bæði heimilin og svona bara venjulega atvinnustarfsemi, ég tala ekki svona moms and pops business, að það sé orðið eitthvað skrýmsli. Þar nær hreinn hagnaður fjármálakerfisins valla 1% af landsframleiðslu. Og ég man eftir því, ég sagði frétti frá því ætlaði ekki verið fyrir svona 12-13 árum sem að það gerðist í Noregi að hreinn hagnaður bankana varð mjög hár. Og ég held að það hafi slegið upp í eitthvað 1,3% af landsframleiðslu. Þá voru bankastjórarnir kallaðir fyrir þingið og þeir voru skammaðir, þannig að þeir bara lofuðu að gera þetta aldrei aftur. Fáum við hennan fáránlega hagnað bankana ár eftir ár eftir ár. Ég veit að sem þetta fjármálastöðuleika þessi bankar eru þá ekki að fara að rinja, en gjaldið svo gríðalegt að við erum að þeir sækja peningarna til okkar, þeir ekki að búa til peninga. Nú hef ég ekki skoðað þetta sérstaklega hagnað íslensku bankana í samhengi við hagnað bankana erlendis og í samhengi síðan við þjóðarframleiðslu. Ég veit hins vegar að arðsemi íslensku bankana ekkert meiri. Nei, með eigið féð, sko. Ég er að tala um svona fyrirferð í samfélaginu sem ég veit ekki hvort það sé hugtak í fjármálastöðuleika rannsóknum. En þarna erum við líka, það sem við erum líka að fást við þarna með grunar, en nú þekki ekki tölunar, en ef þú berð saman við Bandaríkin, að þá viðskiptalífið í Bandaríkjunum miklu meira fjármagnað af skuldabrif og hlutabrifútgáfu heldur en það hér á landi. Það alls konar önnur fjármögnun og sá hagnaður mögulega telst ekki til hagnaðar bankakerfisins bandaríska sem að rennur þá í ýmsa sjóði og jafnvel í því tilviki lífeyrissjóði og svo framvegis. En hins vegar að þú nefndir kostnaði í bankakerfinu, ég held reyndar að skýrslan sem að viðskiptaráðherra lét búa til og bera saman kostnaðin, að þá stóð íslenska bankakerfi bara nokkuð svipað eins og bankakerfi á Norðurlöndum að undanskildu
þessum gjaldeyrismun sem er tekin af Íslendingum þegar þeir eru að nota kortin sín erlendis. En á öðru leyti voru gjöldin svona svipa því að þetta er mörg þessi þjónusta sem við nýtum okkur. Ég þekki náttúrulega greiðslumiðlun mjög vel og hef verið þar að sem ég ætla að fá að ræða við rétt eftir. Að berjast fyrir ákveðnum hugmyndum þar en þetta eru dýrir innviðir fyrir lítið land. Þetta eru svona skala innviðir. Við borgum oft gjaldið fyrir það að vera sjálfstæð þjóð með ekki fleiri en 400.000 og við njótum ágóðans af því eins og þú nefndir áðan með að við erum miklar auðlindir og við njótum þeirra auðlinda sem þjóð og deilum því ekki með öðrum þjóðum og þannig að þú veist, þetta eru svona kostir og gallar við það að vera lítil þjóð með sjálfstæða mynt. Þannig að þú tekur ekki undir það að það hefur verið skrítin þjóðfundur sem að ákvaða hér einhvern tímann að svona 90 milljarðar ári færu í hreinan hagnað til bankana svona sem þetta er svona Landspítali. Þetta eru stórar fjárhæðir. Þetta eru stórar fjárhæðir en við erum líka að skoða þetta sem hlutfall af því fé sem bundið í bankakerfinu. Það þessi eigið fé bankakerfinu. Ég að neita að horfa á þetta. Ég að horfa á þetta frá samfélaginu sem þarf að borga þetta, haldi þessu uppi. Já, og þetta líka þegar við tölum almenningur, launin okkar eru talin í 100.000 eða kannski 1.000.000 eða 2, launin mínur opinber eru 2, en það þá eru 10 milljarðar alveg gríðarleg fjárhæð. En þegar maður skoðar þetta í samhengi við kerfið og að því að ég held að við verðum að skoða hver arðsemin. Arðsemin rétt svona yfir 10% og sem er svona arðsemi sem oft miðað við, en ég held að það sé alveg rétt hjá þér að það má alveg velta því fyrir sér hver á arðsemin að vera í fyrirtækjum sem eru reguleruð eins og bankakerfið Þú veist, við sjáum það að í Bandaríkjunum ákveðin arðsemiskrafa gerð til það sem kallast utilities eða innviðafyrirtækja sem eru svona í raforku eða dreifingu á raforku eða dreifingu á vatni og svo framvegis og þar miðað við bara einhverja ákveðna svona eðlilega prósentu sem að þeir reikna út sem minni en 10% í því tilfelli. Þannig þú veist, ég held að þetta sé bara heilbrigð umræða til að taka og velta fyrir sér en ég hef ekki skoðun á því að ég hef ekki lagst yfir það. Og hugsunin náttúrulega svo að eigundunir séu að venda þeir af fákeppni og einungunarstöðu fyrirtækja á markaði og svona vend það sem að njóta tiltekna vendar vegna þess að raunverulega veita og almenna þjónustu. Það er eitthvað svona hugsunin á meðan að kannski aðrir sem eru í samkeppni í tískubransanum á Main Street eru í harðari samkeppni og gera kannski þar að leiðandi hærri arðsemiskröfur á það sem féð sem að þeir leggja til. Já, en bankarnir eru náttúrulega líka í samkeppni suma bestu bitunum á innanlandsmarkaði og þess að þeir eru þá ekki samkeppnishæfir jafnvel við erlendu bankakerfin út af því að eiginfjárkröfurnar eru hærri hér og að það er hreinlega dýrar að lána út til þessu við kalla svona suma bestu arbæristu bitunum í íslenska kerfinu. Það er svo hátt fyrir nokkur almenninga við heyrum alla af þeir í samkeppni þarna. Nei, en þú veist, þannig að þú veist, þetta er áður að fyrir greiðslumiluna, þá er eitt í sambandi við hagnabankana og vextina sem vorum að tala áðan. Að þess að maður er að bera saman verðbólgu á Íslandi og vexti Seðlabankans, að þá er það að Ísland sker sig úr með því að við erum með raunvextir á stýrivextina eru hér, ég held að maður ekki konur bara yfir 2%. Já, 3, sennilega. Og þetta sér maður ekki annars þar. Hvernig stendur á því að Íslendingar þurfa að bera svona háa raunvexti? Ég meina þarna erum við komin aftur í upphaf umræðunar þegar við vorum að ræða vexti og verðbólgu og ákvarðanir peningastefnunefndar. Þetta finnst mér vera ein af þeim röksemdum fyrir því að við séum komin á þann stað að við getum farið að snúa við og farið að taka smá en örugg skref í áttina því að lækka vaxtastigið því að raunvaxtastigið er orðið hátt. Og raunvextir hafa áhrif á hagkerfið núna og framtíðar getu hagkerfisins því að það, eins og þú nefndir áðan, minnkar fjárfestingar bæði í atvinnuvegum og í húsnæði. Þannig að og getur ekki líka haft svona undarlega áhrif á því hvað er gert í samfélaginu þegar raunvextir svona háir, að það er eiginlega tilneyingin á því að þeir sem að fara í framkvæmdir eru kannski þeir sem eru
á mextu vaxtasvæðunum, þar sem að þeir geta eiginlega selt sér á því að þetta sem svo ferðaþjónustunni, að vöxtur verið svo mikil að vinnrekstur geti staðið undir svona háum raunvöxtum, á meðan að kannski annað sem að við þurfum allt eins mikið á að halda er gert síður, þannig að til dæmis það getur orðið óeðlilegar afleiðingar af svona ástandi til lengri tíma. Það er ekki endilega víst að háir raunvextir leiði til þess að það sem er mest þörf á verði gert. Nei, þetta er alveg möguleiki. Ég get bara ekki lagt mat á það, hvort að það er að gerast en áhættan er til staðar. En hins vegar er líka mikilvægt að hafa í huga að háir raunvextir eru nauðsynlegir til þess að ná niður verðbólgunni. Þetta er bara spurningur þarna komum aftur í mat á því hvað við teljum að sé nægjanlegt. Sumir nefndamenn í peningastefnunefnd telja að það raunvaxtastigi sem er núna, að það þurfi þetta hátt og þurfi jafnvel meira til þess að ná fyrr tökum á verðbólgunni, og við ræddum það áðan að verðbólgan er óvinur sérstaklega þeirra sem að minna hafa milli handana og þess að ná tökum á henni fljótt, og þess að skil ég mína kollega í nefndinni mjög vel að þeir vilja reyna að ná verðbólgunni hratt og örugglega niður og þarna takast bara á sjónarmið. Heyrðu, greiðslumiðlun, það er það er að ræða út frá eiginlega mörgu sjónarhóttum. Eitt er það að kerfið sé bara allt of dýrt, að það sé þetta gerir þetta ódýrara. Og Danir gerðu það nú einhvern tímann sínum með Dankort sem var eiginlega svona, næstu í svona opinber aðgerð til þess að lækka þennan kostnað, þar sem að greiðslumiðlun er alltaf að taka svona kött af öllum viðskiptum. En síðan gerðist það fyrir nokkrum árum að stóru fyrirtæki voru bara seldir útlanda, annars vegar til fyrirtæki sem er eiginlega ísraelst og hins vegar til fyrirtæki sem er í Brasilíu, og þá kom þetta inn á borð þjóðaröryggisráðs að það væri kannski hættulegt að við værum ekki með þetta í okkar hendi, og þá hefur verið horft til að Seðlabankinn byggja upp eitthvað svona kerfi sem að uppfyllir þetta tvennt, annars vegar lækka kostnað, að þessi ekki svona verið að svona mjólka fólk við allar hreyfingar í samfélaginu og í bara tilhæfulausu kostnaður að mörguleiti, af því að það er svo mikill arður af þessu, og svo hins vegar að þetta er bara grunninnviðir sem að verða bara að vera í landinu og við getum ekki haft þetta í höndunum á óskyldum aðilum. Já, hér hefur við komin inn á málflokk sem að hefur verið tölvert á mínu borði og við hefum verið að velta þessu fyrir okkur núna, bara nánast síðan ég kom í bankan hefur verið að velta þessu fyrir mér. Ég held að bara byrja á því svona til að gæta allra sanngirni að þá svona 2 punktar, annars vegar er sá að kostnaður á greiðslumiðlun hefur farið lækkandi á síðustu 30 árum. Þannig að þau fyrirtæki sem hafa verið að sinna greiðslumiðlun hafa skilað ákveðnum ávinning inn í hagkerfi með því að ná niður kostnaði í greiðslumiðlun í heild. Seðlar og mynt er mjög dýr greiðslumiðlun því að það þarf að vera flytja og ferja þetta á milli staða og telja og dreifa aftur og svo framvegis, en líka munum það þegar við vorum að ferðast til útlanda hér í gamla daga með ferðatekka, það var ansi dýrt að skipta ferðatekkum erlendis, það var oft tekin 5% kostnaður af þeim banka sem þannig að kostnaður greiðslumiðlun hefur farið niður. Síðan vil ég líka hrósa erlendu aðilánum, það er að segja Visa og Mastercard, fyrir það að þeir hafa komið margar nýjungar sem hafa aukið bæði þægindi okkar og líka möguleikan á því að greiða fyrir vöru og þjónustu hvar sem þú ert í heiminum og fá jafnvel lán í gegnum kreditkortin á engum vöxtum og svo framvegis, en auðvitað er þetta alltaf að fá, það er einhver að borga á endanum, en allavega þessi aðilar hafa byggt upp örugkerfi sem virka og hafa leitt til gríðarlegs ávinnings fyrir hagkerfið. Það er hins vegar, ef maður horfir á hina hliðina, staðan er svo að 92% held ég að tala sér núna af öllum smágreiðslum, og þá er þetta greiðsla á þjónustustað hjá verslun og þjónustuaðilum, læknum og öðru hárgreiðslustofum og svo framvegis, er með greiðslukortum. Og greiðslukortin eru þess eðlis að þarna er ákveðin samþjöppun hjá einum aðila. Og við höfum séð dæmi það sem að þessir, kallum þetta greiðsluteinar, það eru kerfin sem að greiðslan ferðast og að þeir hafa lent í
netárásum eða þeir hafa haft þá stöðu að þetta eru 2 amerísk fyrirtæki að Bandaríkjaforseti hefur kannski ekki alltaf verið stöðugur í skapi og gert hluti sem að hafa verið svona sem að gætu ógnað smáríkjum en setjum það til hliðar því að það er svona, það er svona einhver atviksáhætta sem að við kerfin. Ég hins vegar tel að eins og við sáum með Grindavík, þegar við vorum að velta fyrir okkur bara ein leiðsla frá hitaveitu Suðurnesja yfir til Suðurnesja, okkur voru ekki 2 leiðslur og það er bara því að kostnaður. En það kostar að hafa viðnámsþrótt í kerfinu. Við teljum að þurfa að auka viðnámsþrótt í greiðslumiðlun með því að nýta núverandi innviði. Þannig að þegar fólk að tala að Seðlabankinn sé að fara að byggja eitthvað eða smíða einhverja nýja lausnin til staðar. Lausnin eru millibankakerfin og innlánskerfi bankanna sem eru til staðar og eru notuð þegar þú ferði í heimabankan og millifærir á fyrirtæki, mig eða bara hvert sem þá ert að nota þessa innviði. Þau eru líka notuð þegar að iðnaðarmaður kemur heim til þín og biður kennitölun og stofnar reikning í kröfupottunum og þú sem að ég held að kröfupotturinn sé alveg einstakt fyrirbæri á heimsvísu og við höfum að halda í hann því að ég held að sé fátt sem hefur leitt til þess að svona þeir þjónustuaðilar sem koma inn á heimili og annað fái greitt hratt og örugglega í staðin fyrir að þurfa að senda reikning og vera síðan að hringja stöðugt. Afi minn var með vélsmiðu hérna í gamla dag og ég fór stundum fyrir hann labbaði á kúnnana í þorpinu til þess að rukka og það var alltaf bara, geti ekki fengið frest og svo framvegis, þannig ég held að kröfupotturinn hafi gengt alveg gríðarlega miklu hlutverki þar. Ég var 6 ára að rukka mokkan, og það gekk ekki alltaf vel. Það gekk ekki alltaf vel, en þarna kemur þetta bara inn í kröfupottin. Þessir innviðir eru til staðar. Á hverju nýtum við þessa innviði ekki í rafræna staðgreiðslu? Þannig að þú getur farið í smíða þá bara eitthvað svona kort. Þetta er bara, það er ekki eins og kort, bara hugbúnað. Þú getur verið með þetta í símanum eða kort eða hvað sem er. Og bakvið það eru innviðir sem eru til staðar og það er mjög ánægilegt að við erum búin að vera í samstarfsverkefni við Evrópusambandið svo kallar no-bid-lausn. Það er sem er svona account-to-account rafræn staðgreiðsla, svona pilot. Það var mjög ánægilegt að heyra Landsbankann segja á fundi í vikunni að það væri tiltölulega einfalt og ódýrt að koma slíku á innanlands. Þeir höfðu meira áhyggjur á millilanda og að því að þessi skoðun Landsbankans er þvert á þær umsagnir sem hafa komið frá sumum aðilum varðandi þetta kerfi. Því að þetta ég er sannfærður þetta er ódýrt, ég er sannfærður að þetta er hægt að koma þess á með tiltölulega litlum tilkostnaði fyrir verslun og þjónustu. Það er bara byggt á þeim rannsóknum sem við höfum verið að gera og við erum að vinna þetta verkefni í gríðarlega góðri samvinnu við bankana núna. Það liggur líka frumvarp fyrir Alþingi sem að ég held að muni styrkja þessa vegferð og sem vonandi verður að lögum en þarna er einstakt tækifæri til þess að auka viðnámsþrótt í greiðslumiðlun á Íslandi sem er svona það fyrsta markmið Seðlabankans án þess að tilkostnaður kerfisins aukist því að það er að ná ávinningnum með því að kostnaðurinn sem er á greiðslukortunum í dag ef þú flytur segjum helmingina debitkortum yfir á nýja teina að þá ertu búin að borga fyrir teinana. Svo getur þú flutt meira og þá fer ávinningurinn að skila sér til. En það ekki að taka minna gjald? Græðið ekkert á þessu? Einhver hefur borið saman, ég nefndi Dankort og einhver var að bera saman kostnaðin á greiðslumiðlun í Danmörku og Íslandi og ég man ekki betur en það hafi verið bara töluverður munur. Já sko við skoðum Dankort og við skoðum hvað myndi kosta taka Dankort upp á Íslandi. Sem er eitthvað gömul hugmynda því að ég man eftir þessu bara Já, þetta er búið verið lengi í Danmörku og í Noregi er sambærileg lausn og þú ferð ekki með þetta til útlanda, það er svona Nei, þetta er innanlandslausn en við komumst að þeirri niðurstöðu að það væri heppilegra að nýta núverandi innviði og koma með þessa sem við viljum kalla rafræna staðgreiðslu. Það sem þú getur bara greitt því að þú getur greitt með rafræni staðgreiðslu í dag. Þú getur farið í segjum bara matvörubúðina þína og fengi reikningsnúmer hjá matvörubúðinu og lagt inn á fyrir kaupin. Það er bara mjög óþjált og erfitt fyrir matvörubúðina að vera að afgreiða marga viðskiptavinni með þeim hætti til þess að staðreina að greiðslan hafi borist og svona veist. Með því að búa til það lag að þá held ég að við bindum líka vonum við að þetta muni lækka kostnað. Við erum hins vegar að horfa á þetta út frá viðnámsþrótti í greiðslumiðlun því að það er fjármálastöðuleiki. Fjármálastöðuleikin er sá að þú sért með val og það sé eins og 2 lagnir hefði átt að vera mögulega frá hitaveitu Suðurnesja yfir á Reykjanes
allavega ef það hefðu verið 2 lagnir, ég ætla ekki að leggja mat á hvort það ættu að vera, því að það kostnaður sem kemur inn í það, en ef það hefðu verið 2 lagnir þá hefði ekki orðið neitt heitavaskortur þarna á Suðurnesjum, þannig og við tölum að Suðurnesjalínu, við tölum Sundabraut og til þess að auka viðnámsþrótt, þannig getum við aukið viðnámsþrótt án auka kostnaðar. Síðan getur orðið viðbótar og það var áhugavert að hlusta á Haga á þessari sama málþingi sem var núna í vikunni þetta NóBit-verkefni, tala það að þeir sjáu fyrir sér ef við komum á þessari rafrænu staðgreiðslu að þá muni kostnaður þeirra lækka og sá kostnaður mun þá getur farið á 2 staði, hann getur annarkvort farið í hagnað hjá Haga eða getur farið til viðskiptavina Haga og ég reikna með því verið skipt einhvern veginn á milli þessar aðeins. Það svo lítil samkenni í matvörubransanum að ég held að það fari allt til eigandana. Það svona... Ég held að alltaf þeirra minnka kostnaður í rekstri, þá fer það út til viðskiptavinana á endan. Já. Og það eiginlega það sem því að þú ert að tala hérna út frá því að hafa tryggjakerfin, en ég alltaf bara borgarinn og vill fá eitthvað fyrir það. Algjörlega. Þannig að það sem fólk fær fyrir það kostnaðurinn í greiðsluminnunni, fólk sér það náttúrulega ekki, hann liggur hjá kaupmanninum. Og þeir sem að selja vöruna. Og það sem því að þú ert að tala að þau hafi staðið sig vel þessi fyrirtæki, þá það sem til dæmis bakari minn segir að það sem þau gerðu, að þau frestuðu greiðslunni, lengdu í henni 1 dag. Já. Og ég meina, þú þekki það að ef þú gerir það með allan þennan pening, að þá getur það verið stórkostlegur hagur fyrir fyrirtækið að bíða í 1 dag. En hann lýsti svo þannig að því að það var mestu fjall svo illa í viku sveifluna hans að það að missa þetta 1 dag eiginlega skemmdi þannig hann satt uppi með svona fjármagnskostnað út af þessu. Algjörlega, og Hagar kom inn á þetta í sinni kynningu í vikunni. Þannig að þótt að þeir lækki og bjóðu þeir ókeypis láni eitthvað svona smá tíma, að þá þeir kannski að skila bara einhverju pínu litlu af því sem að þeir ná með svona sem að virkar eins og bara eiginlega ekki neitt 1 dagur. En það getur verið gríðarlegi fjármunir sem að greiðsluminnuna fyrirtækið fær út úr því. Algjörlega, en ég vil hins vegar ekki draga úr því að þetta eru dýrir innviðir og það þarf að borga fyrir þá. Og við viljum hafa öryggi í greiðslumiðlum. Við viljum ekki að það sé hægt að svindla á okkur þegar við erum að greiða fyrir vöru og þjónustu og svo komum bara í ljós að við höldum við sem búin að greiða fyrir eitthvað og það bara fór eitthvað annað og það kostar að halda þessum innviðum við, það kostar að tryggja það að nýjustu öryggisstöðlum sé fullnægt og svo framvegis en þarna þarf bara sama eins og við erum ofta að ræða í innviðum og við gerðum þetta núna með Reiknistofa bankana fór í vegferð 2011 þar sem að Reiknistofan ætlaði að verða tæknifyrirtæki og það bara vel og keppa á markaði við önnur tæknifyrirtæki. Við snérum aftur í vegferð 2021 þar sem við ákveðum það að Reiknistofan á að vera innviðafyrirtæki og hlutverk innviðafyrirtækis þríþætt. Það er í fyrsta lagi hagkvæmni, að ná kostnaði niður, við erum lítið land með innviði sem þurfa að vera reknir á sem hagkvæmastan hátt og það verður ekki samkeppnisrekstur innviði bankakerfis á Íslandi. Það er bara of lítið til þess að verði samkeppnisrekstur og þá þarf bara ákveða einhverja arðsemiskröfu inn í þessa hagkvæmni. Og meðal annars nefna það að ég seti í stjórn RB núna undanfarin 3 ár eða 2,5 ár frá því við gerðum þessu umbreytingu að eitt af því sem við gerðum á síðasta ári var að taka úr sambandi verðtryggingu gjaldskrár. Þannig að gjaldskráin ætti að vera tengd því að þetta cost plus, bara hver kostnaðurinn reikjakerfið, reynum að lækka kostnaðurinn reikjakerfið og svo einhver hófleg arðsemiskrafa ofan á það. Þetta á ekki að vera einhver gróðrafyrirtæki. Að því að þetta eru grunninnviðir. Þannig að hagkvæmnin er eitt, öryggið er annað og það eru fá fyrirtæki sem eru rekin með jafn háa öryggiskröfu eins og Reiknistofa bankana, en það er bara nauðsynlegt. Og svo er það skilvirknin, að þetta virki þegar við þurfum á því að halda. Þetta er það sem við gerðum með Reiknistofa bankana og við viljum setja þennan innvið í samskonar umgjörð. Þannig að það sé einhvers konar á rafrænni staðgreiðslu, sé einhvers konar cost plus módel. Sumir myndu vilja segja eigum ekki bara að setja bankakerfið sem þá bara verið ekki bara greiðslumiðlun, heldur bara peningaveitu samfélagsins yfir í þá skilgreiningu frekar heldur en að reka það sem hagnaðardrifin gróðrafyrirtæki. Nú er ég að fara að vinna í bankakerfinu aftur þannig að ég kannski best ég hef ekki að skoðun á því. Þetta er umræða sem að kveiknaði svolítið eftir hrun
en hefur eiginlega ekki haldist á lífi og það var náttúrulega bara endurreist óbreytt bankakerfi án þess að við færum eiginlega í þessa hugsun sem að þú ert að tala hafi verið farið í gegnum með reikningsstofnun bankana sem hefði verið kannski eðlileg. Ég ekki að segja að mín niðurstaða hefði unnið eða þín en það hefði verið eðlilegra að við höfum tekið þessu umræðu það hvert hlutur bankakerfis því að ég held að þú heyrir alveg bara í samfélaginu að það íslenska bankakerfið er ekki vinsælt. Nei, en þarna, þetta er áhugaverð sjónarmið. Bankar gegna þríþættu hlutverki, svona alla jafna. Greiðslumiðlunin er ein og það, við erum að sjá það að það er að verða svona, það er að rofna á milli hins klassíska bankakerfis og greiðslumiðlunar heim. Hvort að það muni halda áfram eða ekki verður áhugavert að sjá. Af því að þarna við erum öll með innlánun okkar í bankakerfinu og þess vegna er mjög þægilegt að nota bankakerfi fyrir greiðslumiðlun. Ég held að það muni halda áfram með einhverja hríð en það er áhugavert að sjá, það er ákveðið svona rof í þessu. Síðan er annað hlutverk bankakerfisins er þessi það sem kallast á ensku credit creation eða það að miðla fjármagni út til fyrirtækja og heimila. Þar eru bankarnir í einstöku hlutverki að því litinu til að þeir búa til pening. Þeir eru, og þetta kemur óvart að þegar við tölum að þeir búi til pening því að þegar að banki lánar þér þá einfaldlega býr hann til þú skuldar bankanum núna 100 krónur og átt innlán upp á 100 krónur í bankanum. Þú getur fært það innlán en bankakerfið er lokað kerfi þannig að það er ekki hægt að færa innlánin nema þú farir yfir gjaldeyrismarkaðinn til þess að taka það út úr kerfinu og það eru fæstir sem eru í því en allavega þannig að það er ekki eins og fólk heldur kannski að banki sé að lána mér það sem þú lagðir inn, það er ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Það sem ég legg inn hins vegar hefur áhrif á hver er lausafjárkrafa bankans. Að því að bankin þarf að viðhalda ákveðnu lausu fé í einhverjum eignum, hann getur ekki lánað allt. Hann getur ekki brent endalaust. Hann er með ákveðna kvaðir á því. En hins vegar held ég að það sé mikilvægt, þetta er annað hlutverkið og þriðja hlutverkið er síðan áhættustýring. Það er að skilja það hverjum átt að lána á hvaða kjörum og hversu lengi munu til dæmis innlánin vera í bankanum og þau eru tiltölulega óteigð, þau haldast inn í bankakerfinu af því að valkostirnir eru ekki mjög margir en við sjáum til að mynda í Bandaríkjunum þar sem að peningamarkasjóðirnir keppa með mjög virkum hætti við bankakerfið að það flæðir mjög á milli en hér á landi má reyndar segja það að þetta hlutverk þessi áhættustýring og verðlagning í þeirri áhættustýringu á því hvað borgar fyrir innlánin er að skila sér í því að hér er mjög virk áhættustýring því að miðlun vaxtanna yfir í innlánin er hvergi eins há eins og Íslandi. Við erum að sjá að innlánin eru með svona 70-80% miðlun af vöxtum Seðlabankans. Þú getur fengið 9% vexti á innlán núna í 8,5-9% vexti á innlán sem þú getur tekið út næsta dag hjá sumum lánastofnunum í Íslandi. Þú sér þetta ekki í Evrópu. Þú sér þetta ekki hjá stóru bönkunum í Evrópu. Þar er miðlunin svona 10%, 20%. Þú fær ekkert fyrir innlániðin í stóru bönkunum í Evrópu. Þannig að, og nú er ég bara að tala meðaltöl, ég er ekki að tala einstaka banka en svo hinum megin ertu þeir sem að fá lánin hjá íslensku bönkunum eru að borga ansi mikið meira heldur en það er út af háu vaxtastigi líka þú veist, það þess vegna eiga refna á að láta innlánin vera með aðeinsari vexti eða hvað já, algjörlega, mögulega en þessi þrjú hlutverk bankakerfisins þetta er það sem því er falið og ég vil reyndar halda því fram að það séu svona tvær uppfinningar auðvitað eru margar uppfinningar sem að hafa áhrif á okkar líf og á hagvöxt sem að hafa kannski byggt velsæld á Vesturlöndum. Það er annars vegar þess að það bankakerfi getur búið til pening því að þannig getur búið til hagvöxt og getur nýtt tækifæri sem að reka á fjörðuðínar og svo hins vegar hlutafélagaformið að þú getur stofnað fyrirtæki án þess að vera í persónulegri ábyrgð því að þá getur þú tekið áhættu og þannig verða til nýjungar en auðvitað má Þú veit ekki finna bestu uppfinningunni sem eru skattar að taka fé af fólki og byggja upp innviði til þess að styrkja ennþá fyrir ykkar samfélagið til þess að það geti búið til enn meiri verðmæti ég leiti ekki á þetta sem uppfinningu því að þetta er búið að vera það er búið að skattar held ég bara frá því að Róm byggðist upp á þessu ég held að öll samfélag hafi byggst upp á sköttum og ég algjörlega hrifinn af sköttum ég held að við höfum öll að vera mín skoðun hefur alltaf verið svo að
því meira sem maður hefur á milli handana því ánæðir á maður að vera að borga skatta. Því fáum maður betra samfélag. Betra samfélag, sammála því. Og ekki eins og þú vísar hérna í Bandaríkin það sem eru kannski 20% af þjóðinni sem að eiginlega búa fyrir utan hið formlega samfélag, hafa ekki aðgengi að heilbrigðisþjónustu og valla það sem eru 1 milljón manns eru heimilislausir og þar til götunum. Mér fannst það alltaf mjög sérstakt. Ég vann í fjármálageirinu í Bandaríkjunum og bara hafði það mjög gott. Að síðan voru gerðar þarna ákveðnar skattabreitingar hjá New York fylki og ég var með badfóstru í vinnu og eina manneskjana á heimilinu sem þurfti að fara að borga hærri skatt af badfóstran en við hins vegar lækkuðum. Þannig að ég held að þarna má sanngirnin alveg vera og ég held reyndar að það er óvíða sem að sanngirnin er meiri heldur en á Íslandi þegar það kemur að skattkerfinu. Já, og þannig á það náttúrulega að vera og þannig er það einhver leiti byggt upp á því að við erum lítið samfélag eins og komið á hér í stóru landi og þegar verið að bera saman ójöfnuð á Íslandi við annar staðar, þá held ég að menn verða að hafa því í huga að þetta er eins og að bera saman kannski ójöfnuð í Tromsö eða það þýr ekki að bera saman við Bandaríkin eða eitthvað svona stór samfélag. Við erum náttúrulega það lítið samfélag, við þolum bara einfaldlega ekki meiri ójöfnuð, frekar en heldur önnur lítil samfélag, sko. Ég held að sé nú eitthvað þar. En þannig erum við komin aftur yfir í réttlætið. Komin í réttlætið og pólitíkina sem að ég er ekki kannski sterkur á því svelli. Nei, pólitíkinni þar að segja. Herðu Gunnar, takk fyrir að koma til mín hérna á þessu tímamótum í þínu lífi og tala Seðlabankann. Þetta er búið að vera einkar fróðlegt og skemmtilegt. Takk fyrir það. Takk fyrir mig, kærlega. Og við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Við ætlum að halda áfram að fjalla fjármálakerfið, ríkisbúskapinn og fleira. Hér eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.